Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og við erum mættir hérna í Sjávarútveg spjall og með mér í dag Ólafur Jónsson, skipstjóri og góður sögumaður og gestur sem okkur langar virkilega til að heyra hans sögu af sjávarútvegsmálum síðustu ára sem heitir Jón Baldvin Hannibalsson sem að þarf nú ekki að kynna fyrir íslensku þjóðinni. En þeir félagar eru reyndar gamlir skipsfélagar. Óli. Já. Það var svo gaman að að þegar ég kem niður á bryggju eitt skipti, þá sé ég mann vappa á bryggjunni. Hann var í duggarapeysu og klofstígvélum. Og ég svona datt í hug hvort þetta væri Færeyingur eða eitthvað. Hann vindur sér að og segir, ert þú skipstjórinn? Hvort það gæti verið pláss? Ég veit það ekki, við bara svona telja, sagði ég og allt í fína lagi með það. Og það kemur út úr talningunum, það vantar mann og ég út á brúavæng og veifa Færeyingnum og hann með pokann sinn og stekkur borð. Já. Nema hvað að gera langar sögu stutta, þá ég bara á leiðinu út sundin. Ég heyri þennan rosalega skruðning í stiganum upp í brú og þá segir þá það loftskeytamaðurinn með mannalistan. Veistu hvern þú ert búinn að ráða? Rektorinn! Þú ert búinn að ráða rektor? Hvaða rektor? Hvaða anskotans rektor? Jón Baldvin Hannibalsson, gjörðu þið svo vel. Þá var hann kominn borð hjá mér og var á leiðinni í sin fyrsta túr og sem varð metúr og tók 2 helvíti góða túra hjá okkur sumarið. Já. Sko, þetta saga Óla, bara skemmtileg sem hún sko mín saga örlítið öðruvísi. Ég kem niður á bryggju í fylgd konu minnar og barna, sko algjörlega vonlausum að fá nokkurn helvítis pláss. Nema ef einhver hugsanlega fullur eftir í landi. Og svo skipstjórinn kominn upp í brú, sko. Og ég eitthvað að vandraðast þarna þangað til að hann stingur fingrunum upp í munnvikin á sér og blístrar. Ég hef alltaf reynt að gera þetta síðan, en það hef aldrei tekist. Kanntu þetta þá? Blístrar og segir, þú þarna, hunskast borð. Það var Færeyingurinn. En svo þegar að loftskeytamann var að ryðjast upp til hans, í brúna, þá er það vegna þess að sko þegar ég kem borð og fer svona að rita koju og svona þá eru ýmsir vafasöm ástandi og fallegar myndir af barmmiklum konum og allt frekar blauðlykt. En það kemur maður sem ég held að vera í bátsmaður og segir, heyrðu þú þarna, þú ert edrú, komdu að það frá hreinsa klósettinn. Og ég fekk hanska alveg upp í olnboga og svo þurfti ég að dýfa honni og svo kom allt í einu geisli af andlitið á mér og þá hrekkur hann í kút og segir hver anskotin og hleypur upp í brú til þess að segja tíðindi skipstjóranum. Gera skipstjórunum ljóst. Já, hvernig hann hefði ráðið í slíkast. Það örlítil blæbrigðamunur á sjónum, sko. En ég var háseti hjá honum. Og hef aldrei fengið jafnvel borgað. Nei, og báðar sögurnar góðar. Já, okay. En það sem við ætlum að fá að heyra frá þér, Jón, nú tókst þú þátt í þessu sem snýr að sjávarútvegi í dag. Það er að segja, þú ert komin á þing þegar að kvótakerfið sett á 1984. Svo ertu á þingi þegar að frjálsa framsalið sett á 91. Og nú bara vil ég heyra þína pólitísku sögu af þessum gjörningum öllum. Nú er nú komin tími til. Já.
Það eru nú ekki margir uppistandandi ennþá sem muna þá tíð þegar að þetta byrjaði. Þetta var kvótakerfið, var viðbrögð við neyðarástandi út af svörtum skýrslum á seinustu áratugum líðinnar aldar yfirvofandi hrun fiskistofna í íslenskri lögsögu. 83. Menn voru að reyna að gera, þetta var tekið smám saman, fór alvaran að síast inn Nýfundaland, þar sem ég var einhvern tímann líka að þvælast á togara og þá innan 30 mílna hjá þeim. Þorskstofninn er horfinn og hann hefur ekki tekist að byggja hann upp. All right, neyðarástand, neyðarástafanir. Tilraunir gerðar, sumir muni eftir skrapdagakerfinu og fleira. En niðurstaðan verður sú, eins og þú segir réttilega, 84 og svo endar þetta í að það niðurstaðan verður aflamarkskerfið, sem einhvern tali kollum kvótakerfið, sem þýðir líklega einhverja stærstu byltingu í íslensku þjóðlífi sögulega séð að sem sé þar með segir ríkið frjáls sókn er bönnuð og ríkið til reynslu í 1 ár, myndu það? Já. Til reynslu í 1 ár? Já, til reynslu í 1 ár. En ríkið tekur að sér í nafni vísinda, fiskifræði, með Hafró, að úthluta veiðileyfum og þá eftir veiði reynslu í 3 ár. Þannig byrjar það. Ég er svo að tala ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar, bestu vinstristjórn sem við höfum haft frá 88 til 91. Já. Og hún er ábyrg fyrir því Halldór Ásgrímsson Austfirðingur er sjávarútvegsráðherra. Og það er tvennt, annars vegar er aflamarkskerfi fest í sessi og svo er það framsalið eins og þú segir sem kemur í framkvæmd 91. Voru þetta réttar ráðstafanir, var þetta nauðsynlegt? Þegar við lítum tilbaka eftir rúmlega meira en 30 ár, þá getum við sagt hver var tilgangurinn, spyrjum við á sjálf okkur, hver var tilgangurinn? Tilgangurinn var að koma í veg fyrir ofveiði með því að takmarka sókn. Og byggja upp fiskistofna. En númer 2, þegar við komum á framsalinu, að aflamarkskerfið samkvæmt reynslu annara og fræðilega séð fungerar ekki almennilega nema að það hafi innibyggðan sveigjanleika það að það megi skiptast á veiðiheimildum, framsal. Já. Aðalatriði út frá mínum bæjum þegar ég rífi þetta upp þetta. Halldór auðvitað sjávarútvegsráðherra og hann kemur með þessar tillögur. 1. Fyrst að fastsetja kvótakerfið. Í mínum þingflokki sem þá samanstóð 10 mönnum voru menn uggandi út af þessu, þetta var nákvæmlega rannsakað og niðurstaðan var sú að við myndum fylgja þessu með einu skilyrði. Skilyrði var það að fyrsta grein fiskveiðistjórnarlaganna segir fullum að fiskistofnar, nytjastofnar í íslenskri lögsögu eru sameign þjóðarinnar, punktur. Þessu var tekið af fullkomnu tómlæti hjá þeim vegna þess að héldu þetta hefði enga þýðingu. En þetta væri allt í lagi, þannig að okkur tókst að fá það fram, ekki í miklum ágreiningi. Og það er númer 1. Þegar að því kemur að fylgja þessu eftir með framsalinu, þá voru menn enn meira uggandi en niðurstaðan var svo að við bættum settum það skilyrði fyrir stuðningnum við frumvarpið, við bættum við það sem ég kalla alltaf öryggisákvæði eða varúðarástjáði, nefnilega að það stendur veiðileyfi eru tímabundin og undir engum kringumstæðum mynda þau lögvarin eignarrétt né bótarétt á ríkið ef breytt verður síðar. Af hverju þetta? Þetta var vegna þess að við vildum setja inn í lögin ákvæði veiðileyfagjöld
Gegn því var mikil andstaða, við höfum ekki stuðning til þessi á þinginu, nei. Og hvað svo ekki, vegna þess að ég að tala um árið 1990-91, hver var staða sjávarútvegs? Hún var vægast sagt hörmuleg. Sjávarútvegurinn var á hausnum. Það var allt of stór floti að eltast við allt of fáa fiska. Miklum tilkostnaði, dýrt, mikil eftirsókn og stjórnleysi ríkjandi. Þannig að rökin fyrir því að koma á takmörkun og sókna þau hafa staðist. En hver var tilgangurinn? Hann var bæði að koma upp fyrir ofveiði og vernda fiskistofna og síðan að auka arðsemi. Að því að varðar það fyrra, þá blasir það nú við að það hefur ekki tekist að byggja upp fiskistofna. Nei. Af hverju ekki? Komum kannski af því seinna. Já. En hitt hefur staða sjávarútvegsins breyst. Ég sagði að hann var sottinn í skuldir. Það var taprekstur víða, flotinn var of stór, þjóðráðið var eins og venjulega fellagengið þegar kostnaður var orðinn og mikill fyrir vöru sem við verðum að selja koma í verð á erlendum mörkuðum. Að því að þetta varðar, þá hefur orðið gjörbreyting, hún tók tíma. Ég sagði, við fengum ekki stuðning við því að setja inn í lögin strax ákvæði veiðileyfakerfi, jafnvel veiðileyfakröfu, jafnvel þótt það ekki framkvæmt strax. Það var vegna þess að andlagið, það sé að staða sjávarútvegsins, var bara skuldir. Og það tók tíma fram yfir aldamótin að breyta þessu. Engu að síður þá náðum við því fram, og það er allir búin að gleyma því, að hraða fækkun skipa, minnkun flotans, með frumvarpi sem að kalla þróunargjald, settur sjóð til þess að hraða úreldingu. Úreldingasjóður. Niðurstaða, kvótakerfið var fest í sessi með þessum skilmálum og ég segi, hugsið ykkur bara hvar við erum staddir núna ef það hefði ekki tekist að koma sameignar ákvæðinu inn í fyrstu grein, né heldur að þetta væri tímabundi nýtingaréttur en ekki eignaréttur og ekki bótakrafa á ríkið. Þá værum við ekkert hér að tala um málið. Það er öllum ljóst, en það sem er reyndar núna og hefur verið allar götur síðan að þetta var sett á, að það er bara verið að úthluta veiðiheimildum 1 ár í einu, þó að menn sé að fjárfesta í raunverulega kvótakaupum, reyndar ekki beint, heldur fá þeir lán út á skipin sem eru kannski út á kvótan með þeim fyrirvara að ekki megi hreyfa veiðiheimildir af skipinu. Þó að skipi sé einskisverði en kvótinn milljarðavirði. En þó að við segjum, lögin segja skýrt, sameign þjóðarinnar, svo getur menn haft það í flimtingum, hefur fiskurinn samþykkt það, hann fer hann ekki sinna ferða alveg burtséð frá því, já. En við vorum að berjast fyrir því að ná samt sem áður færa út lögsögu 200 mílum, við tölum um þorskastríð við Breta, alveg aftur í aldir og svo frá 54 til 75, og 4 mílur, 12 mílur, 50 mílur, 200 mílur og til hvers vorum við að því? Við vorum að því til þess að tryggja að íslenska þjóðin hefði forræði yfir náttúruauðlindum hafsins. Það hélt Guðmundur Kennisteð skipherra þegar hann var að berja á Bretunum og Þýskurunum og klippa trollin aftan úr þeim. Hann væri að gera þetta fyrir íslensku þjóðin en ekki ekki fyrir 14 fjölskyldur. Einhverja 14 gullkálfa. Nei. Og þetta er aðalatriði, lögfræðingarnir í Sjálfstæðisflokknum, það er ekki nema, það er ekki sverfótandi, það eru nema fyrir lögfræðingum, eru með einhverjar tesur að þetta hafi ekki lögfræðilega merkingu.
bull og kjaftæði. Það eru öll strandríki heimsins búin að fara okkar fordæmi og færa út sína landhelgi og það þýðir forræði yfirráð yfir og vald sem enginn reyngir til þess að stýra fiskveiðum með sko auðvitað fyrst og fremst til þess að vernda fiskistofna og þar skortir mikið á að nægilega vel sé að verki staðið. En árum við höldum lengra, Jón, efuðustu þið aldrei neitt sem Hafró sagði og lagði til í þessu ferli á þessum tíma? Í okkar þingflokki var þingmaður Vestfirðinga Sighvatur Björgvinsson, hann á frænda sem heitir Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, og sem að ég held bara frá öndverðu hefur verið annarra skoðunar heldur en Hafró sagði þá mjög snemma og þetta mun ekki duga til þess að byggja upp fiskstofna. Hann hann fiskifræðingur sjálfur og hann var virtur hjá færingum skeið. Vísar mér sagt hann að við rekinn þaðan en ég veit ekkert það hvort það er. Það var skipt ráðherra og þá var ekki leitað álits hans lengur. Nei, þú spurður efasemdir. Jú, víst, þær komu fram og við höfum efasemdir en sko við höfum ráðgjafarstofnun sem heitir Hafrannsóknastofnun og hún það í nafni vísindanna. Við höfum þaulreynda skipstjórnarmenn eins og þann sem þarna situr og veiðimenn sem þekkja Íslandsmið og frá blautu barnsbeini margir hverjir vita hvað þeir eru að tala en ekki bara einhverja fræðilega þekkingu. Hverju má trúa ef að ágreiningur uppi? Já, sko, það fer nú að reyna á það í alvörunni, spurningunni Hafró, það hefur ekki tekist að byggja upp nytjastofna á ný. Á 40 árum. Á 40 árum. Hvernig stendur á því? Ríkjandi kenning þetta á að takast með veiðistjórnun, með takmörkun og sókn. Það hefur ekki tekist. Hvers vegna ekki? Er það loðnan? Er það loftslagsbreytingarnar, er það hafstraumar, er það hitastig sjávar, er það tilfærsla fiskistofna inn og út úr lögsögu? Eða ofveiði. Það kemur bara fram að sjómenn voru strax á öndverum eyði við Hafró varðandi togararallið. Já. Við sáum alls ekki að þetta gæti skilað þú hefur kannski séð, þetta er ekki Jón Sveinsson, veðurfræðingur. Magnús Jónsson. Magnús Jónsson, já. Magnús, ég þekki hann, já. Hann tekur undir það sem við sögðum. Það er ekki farið eftir neinu. Það eru settir punktar, þeir eru ekki raðað til dæmis á tökustaði fiskins, þar sem við erum að fá ljósin á pokana þegar við erum að draga. Punktarnir eru ekki þar, heldur geta verið sko bara upp á karkanum fyrir ofan þar sem aldrei sést fiskur. Og þetta maður búin að sjá mörgum sinnum. Það er ekkert tekið tillit til þess hvenær verið á ferðinni, eitthvað farið eftir straumum, veðri, og veður áttum. Það er ekki, þetta er hundsað. Öll náttúran er hundsuð. Þetta er bara svona vélrænt, en það segja þeir, já stundum eru stofnar litlir og stundum stór. Það er bara eftir hvernig þeir hitta á þá. Maður myndi segja, takið þið minnst okkur viku á hvern blett, eitthvað svona, skilur, til að fá eitthvað vitrænt úr þessu. Þetta er ekkert vitrænt. Staðreyndin, Jón, í dag að við erum að stjórna kvótakerfi. Við höfum ekki hugmynd stoppstærðir. Nei. Við vorum að setja 5 kvótakerfi núna á grásleppu, beitukóngs ég var að veiða, á sæbjú ég var að veiða það líka, ígulker og skrápflúru. Það fóru Eru kvótar á þessu? Já. Þeir eru að setja það núna. Nei, það er komið. Það er komið núna. Þeir voru að setja það bara núna. Á þessar, ég get svari fyrir það, það fór engin rannsókn fram. Það var bara settur kóti. Skilur, hvernig að vinnu, þetta eru nákvæmlega sömu vinnubrögðin og erum við lónu, þorsk
ufsa, það verið að setja núna minkun á ufsa, þeir eru ekki hugmynd ufsan. Þeir eru ekkert að segja hver stoppstærð. Ef þú hefur ekki stoppstærð, þá rekur ekki kvótakerfi. Þetta held ég er þessi Við erum í vandræðum með að telja seli sem eru upp í fjöru. Við erum í vandræðum með að telja hreindýr. Bara í einni á. Bara fiskar í einni á. Það sem þú hefur á lokuðu kerfi. Svo halda menn að þeir séu með fjölgun hvalastofna í okkar lögsögu pastorskýringunni að þeir éti fæðuna? Eitthvað hefur það að segja. Hvað segir Hafró um það? Já, þeir segja óskup lítið og þeim er alveg sama hvernig veiðar eru notuð til að veiða fisk. Það var heimsráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna í byrjun júní sko, alveg risavaxið vandamál sem er verndun hafsins. Hafið er 70% yfirborði sjávar, það er matarkista jarðarbúa og það er fisksins og hérna og stjórn okkar, sko þekking okkar og stjórnun á þessu, henni er gríðarlega ábótavant og það er skelfilegt til þess að vita að það eru orðnar til heilar eyjar á Kyrrahafinu á starfi Bretlandseyjar sem er ekki nema plastúrgangur. Sko, hér situr skipstjóri margreyndur og gaggrínir vísindamennina á Hafró og ég er alveg viss um það, hann hefur mikið til síns máls. Hvernig á eiga pólitíkusar sem aldrei hafa mýið sjálftansjó og vita ekkert í sínu sem hafa ekki dómgreind til þess að meta þetta. Nei. Hvernig eiga þeir að komast að hinu rétt og sanna? Sko, er Hafró hafinn yfir gagnrýni, er vísindin hafinn yfir gagnrýni, eru rannsóknar aðferðir þeirra, er þeim ábótavant? Sko, þetta eru mál sem að þjóð sem að ájafn mikið undir sjávarútvegi og við verður að ekki bara að rífast heldur að rannsaka og komast að niðurstöðu. Ég hef ekki dómgreind til þess að segja. Nei, en við höfum verið að tala um það í þáttum hérna að það þurfi hreinlega að gera úttekt af óháðum aðilum árangur og árangursleysi, af hverju næst ekki árangur. Og það náttúrulega eru menn eins og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, sem segir þegar að fiskur er að léttast, hún skortir fæðu, að þá á að veiða meira þannig að þeir fiskar sem verða eftir hafi úr meira að móða og þjóðin nýtur góðs af. Hérna, þekkið þið, ef lítum til granna okkar, Færeyinga og Norðmanna. Maður les, sko, ég reynir stundum að fylgjast með umræðum innan í Noregi, bara pressunni það hvernig þeir meta sína af því að fiskveiðistjórnun þeirra er meira byggða pólitískt orienteruð heldur ekki okkur. Eiga þeir við sömu vandamál að stríða? Þeir í fyrsta skipti, þeir hafa nú verið að veiða síðustu ár 1.000.000 til 11.000 tonn af þorski, Norðmenn og Rússar saman. Já, og núna... Mest í Barentshafi? Já, í Barentshavinu mest, en þeir þurftu að skerða núna hjá sér 30% Norðmenn. Og ég held að Rússar, eða það var allavega að tala að Rússar myndu gera það líka, en svo er stríð og engin veit hvort árangur verður að því. En það þýddi það að þeir skertu flotan sinn, úthafsskipin, stóru togarana, frystiskipin sem að heilfrysta mikið fisk, slæjan, hausan og heilfrystan, eru ekki af flakan. Og síðan eru þeir að selja fiskinn frá sér svoleiðis til vinnslu í Evrópu og í sömu tilfellum jafnvel alla leið til Kína, sko. Þannig að þeir skertu ekki smábátana upp í fjöru nema eitthvað sára lítið, sko.
En þeir eru á öðrum miðum. Kistkótan sem að veiða innfjarða og svona. Já. Og þá eru þann reyndar allt upp í 300 tonna línubátar og svoleiðis stór skip sko, en þeir flokka þá sem kist. Eins og okkar línu í viljum á sínu tíma. Já. Mjög skynsamlega. Þannig að sko, þeir gera þetta með allt öðrum hætti heldur en við. Og Færeyingarnir eru náttúrulega með sáralítið grunn til að veiða á. Já, það held ég sé bara flokkar eins og flokkufiskur hálfgerður sem kemur þar. Já. En þeir eru svo aftur skynsamir Færeyingarnir að þeir eru með veiðiheimildir víða. Þeir eru með veiðiheimildir í Barentshafi, þeir eru með veiðiheimildir við Noreg, sko sunnalega, og þeir eru með veiðiheimildir í Norðursjó. Og ég held mér voru í Kattegatinu einhver tíman með veiðiheimildir. Síðan voru þeir með veiðiheimildir við Ísland og þeir voru með veiðiheimildir við Grænland og Nýfundnaland. Eru ekki stóru fyrirtækja samsteypurnar okkar líka að veiða í lögsögu annarra þjóða? Jú. Þegar ég var sendið í Bandaríkjunum þá vissi ég til þess að það var svo í Chile og það var í Mexíkó. Og það var í Afríku og það var á Miðjarðarhafinu í Marokkó. Já. Er það ekki enn? Jú, eitthvað eru íslensk fyrirtæki þar. Samherji náttúrulega hætti, held ég, að veiða í Namibíu. Við fréttum lítið af þeim málum. Já, það fréttist lítið þessa dagana. Nefnum hvað réttarfarið í Namibíu virðist vera mjög skjótvirkt í samanburði við það íslenska. Allan eitthvað þróara heldur en okkar kerfi, það fer ekki milli mála, en við sendum ráðherrann hringinn, það gullna hringinn. Já, þegar hann kom í samráð við íslenska Brynjar Níolsson. Já. En þetta er auðvitað sko það sem maður kannski vildi koma að eða velta vöngum í gegnum tíðina, hvað Hafrannsóknastofnun hefur fengið lítið aðhald og rukkuð í rauninni niðurstöðu. Nú er búið að vera að fara eftir þeim nánast 100% í 35 ár. Og árangurinn, við veiðum ekki loðnu núna 2 síðustu ár, við veiðum enga lúðu, það er búið að fríða hana í 8 eða 10 ár, ég held sé orðið 10 ár, og svo erum við ekki með neinar veiðar á humri, lítilveiða rækju og það er algjört árangursleysi og minna í öllum stofnum. Það er búið að veiða á útlutuðum veiðiheimildum í Ufsa núna, þegar eru 2 mánuðir rúmir eftir af fiskveiðiárinu, þá er búið að veiða helmingin af Ufsanum, 27.000 tonn, kom fram hjá Hafrannsóknastofnun núna á föstudaginn var. Þeir voru að kynna aflatölur. Já. Þrátt fyrir þrátt fyrir góða afkomu og mikinn hagnað í sjávarútvegi, það er að segja, það fer ekkert á milli mála. Ég vil segja eitt, þið eru að setja fram spurningar sem gagnrýni á starfshætti og rannsóknaraðferðir og niðurstöður eða árangursleysi aðgerða sem Hafrannsóknastofnun stendur fyrir. Ég hlusta á slíkt af því að þegar ég hlusta á nýfrjálshyggju hagfræðingana sem koma á færiböndum út úr háskólum samtímans, þá veit ég vel að þeir eru heilasveiknara í dellumakari margir hverjir og það er ekkert marktakandi á nýfrjálshyggju hagfræðin hrundi með hruninu, rétt eins og kommunismin hrundi með Sovétríkjunum. Og menn þurfa að læra af því. Þannig að því fer fjarri að ég hafi þykist hafa einhver efni á því að vísa frá svona gagnrýni og segja við verum samt sem áður alltaf bara að treysta þessu. En hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera? Ég les til dæmis að Norðmenn stæra sig af því að
Í fyrsta leið þeir hafa alltaf farið eftir ráðgjöf fiskifræðinga í sinni fiskveiðistjórnun. Það er ekki rétt. Já, það er eitthvað sem hélt í fram Í 10 ár fylgdist ég vel með hvað þeir voru að gera. Já. Og þá fóru stjórnmálamennir í 10 ár 50 til allt upp í 100% umfram ráðgjöf fiskifræðingana við Hafrannsóknastofnun í Veistu á Noregi. hvaða tímabili þetta var? Þetta er frá 1990 til 2000. Nú, svo seint síðan. Já, þetta er ekkert langt síðan, ekki í þeirri merkingu. En fiskifræðingarnir eldu af því að þeir sáu að fiskistofnarnir voru ekkert að hrynja. Nei. Og núna bara á síðasta ári veittu þeir 1100.000 tonna þorski. Já. Þrátt fyrir þetta. Já. En sú þjóð sem að það er náttúrulega alþjóðlegt samstarf á þessum hafsvæðum. En sú þjóð sem að myndi kerfisbundið bara ekki treysta ráðgjöf sérfræðinganna í ljósi reynslunar og gera tilraunir meiri veiðar. Já. Hún myndi kalla yfir sig mikla gagnrýni frá öðrum, þykist ég vita. Það er náttúrulega alþjóða fiskveiðiráðið fer yfir tölur og þeir eru náttúrulega sjálfir aðilar að því Hafrannsóknastofnun á Íslandi ásamt öðrum ráðgjöfum frá öðrum þjóðum og þeir eru dálítið fastir í ákveðinni grúppu eða hjörð sem að blessa gjörðir hvors annars. Já. Og það þarf auðvitað að fá einhverja óviðhalla aðila til að skoða þetta og af hverju höfum við ekki náð. Hvar er þá að finna? Já, það er örugglega til vísindamenn víða í heiminum eins og Jón Kristjánsson. Ég þekki nokkra fiskifræðinga á Íslandi. Tumi Tómasson heitir einn og sem skrifaði góða skýrslu fyrir 20 árum síðan. Ég þekki Magnús Þór Hafsteinsson sem er menntaður fiskifræðingur í Noregi og fleiri menn sem gætu komið frá með faglegu vinkilinn en síðast en ekki síst þá hefði ég viljað líka að reynslumiklir skipstjórnarmenn sem eru að tala fiskifræði sjómannsins og kæmu draga að þá þessu. að borðinu í fela þeim samstarfsverkefni með utanakomandi fiskifræðingum til þess raunverulega að framkvæma rannsóknir og skoðanir og tilraunir í ljósi þess sem að reyndir sjómenn er að segja. Og sjá í NOAA, sem sé Hafró Bandaríkjamanna, sem tengist öllu háskólakerfinu, öllum vísindamönnunum í háskólakerfinu. Þeir komu til Seattle, ég var þarna í Seattle, þegar þeir koma í ráðherra heimsókn með Halldór Ásgrímssyni og selja þeim togararallið. Og þessar gífurlegu hvað væri gott að veðsetta fiskin og allt þetta, þeir seldu þeim þennan baka. Langar sögu stutta, 2 árum seinna kastaði NOAA togararallinu og sagði þetta kerfi er verra en ekki neitt. Nefnilega það. Já, og ég ætla að eina spurningu til þín varðandi hvað hefur útgerða LÍÚ að gera með að vera stjórnarformenn Hafró? Það er alveg fráleitt. Þeir hafa gert það í 40 ár. Nú skal ég segja ykkur litla stuttasögu. 50 ár. Ég skal segja ykkur stuttasögu. Ég var mörgsaður með Viði inn í Granda. Þar satt í forstjórastóli maður sem var stjórnarformaður Hafró. 1990 var þorskleysis ár. Það er Brynjólfur Bjarnason. 1991 byrjum við að sjá þorsk. 1992 þá er svo mikill uppgangur í þorskinum að við komumst ekkert áfram án þess að fá of mikið af þorski. Sunnanskipin, við höfðum með minni þorskkóta heldur en fyrir norðan, en við vorum með stóra ufsakóta, karfakóta
og á endanum fer ég til hans, þetta að sumarlagi, þarna 92, því ég fer til, ég ætla reyndar að hitta útgerðarstjórann, hann var ekki við, og ég sé að það er opið inn til Brynjólfs og lapp inn til hans og við tökum spjall saman og ég fer að bera þetta upp fyrir hann. Á endanum segir Brynjólfur við mig, Óli, þú verður að skilja þetta. Þeir eru ennþá að deyja og við getum ekki aukið við þorskota. Þarna ég að nefna hluti sem við sáum í kringum okkur. Það var verið að nota bankana. Ég að segja þetta hérna og Hafrannsóknastofnun. Það var verið að nota bankana og Hafrannsóknastofnun, en á þessu tímabili var verið að drepa niður smáútgerðina. Það er verið að segja, bankarnir höfðu samband við útgerðarmenn, gáfu þeim upp að þú ættir þarna lán sem væri búið að gjaldfella. Það var búið að gjaldfella á því lánið. Hvernig á ég þá að fiska? Ertu að segja að samþjöppun veiðiheimilda hafi verið keyrð áfram í góðu samstarfi við bankakerfið? Já. Nefndarðu strax 92? 92 og 92. Vegna þess að ef ég man rétt þá voru lögin heimildir banka til að heimildir veiðileyfis hafa til þess að veðsetja það kom 91. Það var ekki fyrir 97. Það var 97. Það er þegar, sko, þetta er þegar að frjálsa framsalið er komið. Já. Þeir byrjuðu að færa saman veiðiheimildir af skipum. Það sem ég gera 97, þá er sjálfstæðisflokkurinn frá 95 genginn inn í, eða gengið inn í sjálfstæðisflokkin, búin að taka þar öll völd og hefur haldið atvinnumálaráðuneytinu síðan. 2 árum seinna settu þeir veðsetninguna til þess að hraða ennþá meira þessari samþjöppun. Sem gekk upp. En þarna var til dæmis til og veit, ég hef til dæmis bara... Svo tóku þeir af eftir 8 ár. Útgerðin Móna... Svo tóku þeir það aftur af eftir 8 ár. Þú máttir veðsetja fiskinn í 8 ár. Já, þau settu takmark á það. Já, þá stoppuðu þeir það. Útgerðin Móna í eigu Skinney Þinganes keyrði á svona fiski. Fiski sem var náði á báta annars staðar frá. Svoleiðis að þetta heilbrigt að við séum með menn í stjórn Hafró sem eru stærstu kvótaeigendur landsins? Ég spyr á móti. Er það heilbrigt og er það eðlileg stjórnsýsla að 2 stjórnmálaflokkar sem komu á þessu kerfi voru andstæðir veiðileyfagjöldum í upphafi, kannski seinna, hafa samþykkt veiðileyfagjöld að nafninu til en alltaf sé til þess að það dugi ekki fyrir kostnaði skattgreiðenda af þjónustu við sjávarútveginn. Er það eðlilegt að kvótaflokkar sem ganga nú erinda þessara við sjáum það núna á þingi og er það eðlilegt að hérna nú erum við að upplifa það að lögfræðipíurnar ásækja orðbræðið í samtökum atvinnulífsins og samtökum fyrirtæki sjávarútvegi stýra stýra áróðusherferð. Það sem ætlast til þess að þegar að upplýsingar sem þær bera á borð fyrir okkur séu staðreyndur og trúverðugar enda vísa þær í bókhald og annað slíkt. Í gamla daga höfðum við stofnun sem heit Þjóðarstofnun. Ég hef stundum vitnað til þess að þetta voru ekki skemmtilegustu náttborðsbókmenntirnar sem ég las á þessum árum, en ég las þetta. Það var árleg úttekt á stöðu hvers atvinnuvegar fyrir sig. Það var yfirlit yfir þjóðhagstærðir, það var yfirlit yfir skuldastöðu þjóðarbúsins, etc. Eitthvað sem er nauðsynlegt fyrir pólitíku sem ætlar að gera eitthvað að vita.
Já, já. Núna, Davíð Oddsson í einhverju fílukasti, að því hún líka ekki þjóðhagsspá hjá Þórði, þá bara leggur hann niður stofnun og kemst upp með það í samstarfi við Framsókn. Ég segi, þessi áróðursherferð samtaka fyrirtæki sjávarútvegi búin að vera þeim til þvílíkra skammar vegna þess að þeir fara svo frjálslega með staðreyndir, virða þær ekki og eru bara með áróður, allar handa áróður sem auðvelt að sýna fram á styðst ekki við staðreyndir. Þetta þessi stjórnmálumennir eru mataðir á. Þið voruð að tala það. Það eðlilegt að ráðgjafarstofnunin sem á að gefa okkur vísindalega ráðgjöf sé undir stjórn stærstu hagsmunaaðila í greininni. Það er ekki eðlilegt. Það var þannig að 5 manna stjórn í Hafró, það var einn skipararáðherra sem var bara venjulegast útgerðarforstjóri í einhver stórs útgerðarfyrirtækis, Brynjólfur Bjarnason, Eiríkur Tómasson og svona stór kanónur í sjávarútvegi. Og svo var einn frá LÍU og það var venjulegast framkvæmdastjórinn, Friðrik Jón Lengi og Kristján Ragnarsson. Var Kristján Ragnarsson í stjórninni? Já, hann var áður en að Friðrik Jón tók við á honum, þá var hann í stjórn. Og svo var einn frá Fiskifélagi Íslands sem að sem að LÍU klíkan réði hver var. Þá voru þeir konni með 3 menn og svo var einn starfsmaður frá stofnunni sjálfri, fulltrúi, sem dansaði alltaf með þessari þremenningaklíku og svo var einn til skiptis frá farmann- og fiskimannasambandinu og sjómannasambandinu, sitt hvort kjörtíðabilið. En þetta var lagt niður, held ég, þessi stjórn formlega. Nú heitir þetta hagsmunahópur eða ráðgjafahópur. En hefur í rauninni alveg það sama að segja við stofnunina. En þetta Sko, við erum að tala mjög alvarlega hluti sem eru spurningun það hvort okkar stjórnsýsla sé í lagi og yfir það hafin að liggja undir grun að draga taum sterkra hagsmunaaðila. Sko, frumskylda þess að við getum myndað okkur raunhæfa skoðun byggð á staðreyndum svo að við fáum réttar upplýsingar. Ef við eigum að trúa því sem að lögfræðibúar eru að segja, þá sko krafan veiðileyfa að gjald fyrir leigu afnot af auðlindinni, svílíkt tilræði við sjávarútveginn að það eins og að ríkisstjórn sem ber þetta fram sé svona í skærulega hernaði gegn atvinnuveginu sem heldur upp í landinu. Þetta svo mikla, þetta svo ígjukett og þetta svo fráleitt og þetta svo mikil dellumakari að þeir eru búnir að það veldur því að við tortryggjum nánast allt sem frá þeim kemur. Það engu trúandi af þessu. Nei, ég meina eftir að þjóðastofnun var lögð niður, hvaða stofnanir eru þær sem að segja okkur frá degi til dags eða leggja fram einhverja skoðanir eða mat á efnahagsaðgerðum. Það eru greiningardeildir bankana. Já, greiningardeildir bankana og svo fyrirtækin, útgerðarfyrirtækin sjálf sem segja þér hvað verðmæti sé mikið. Það hafa verið skrifaðar góðar greinar, Þröstur Ólafsson, vinurðinn og fleiri og þeir hafa verið að benda á þetta, Indriði Þorláksson og fleiri og þá vorum við að tala það þegar fyrirtæki selur sjálft sér aflað upp úr sjó fyrir eitthvað x krónur og finnst ykkur til dæmis ekki mjög athyglisvert að þau stjórnmálaöfl á Íslandi
sem á sunnudögum fara með bænirnar sínar í nafni markaðshyggju og markaðsbúskapar, þeir mega ekki heyra á það minnst að markaðsverð hérna verði lagt til grundvallar við hérna álagningu á leigugjaldi fyrir afnotin. Ekki heyra á það minnst, markaðsverð. En það er eitt, Jón. Af hverju eru þeir sem að á sunnudögum prédika markað, af hverju þeir hafa ofnæmi fyrir þessu? Já, þeir vilja ekki... Þeirra mikli auður, hann tilkominn í skjóli pólitískri valds. Já, það er ekkert öðruvísi. Rétt eins og í Suður-Ameríku. Af hverju vilja þeir ekki selja allan ferskan fisk á markaði? Já, akkurat. Eða frosinn fisk af frystiskipum líka á markaði. Af hverju vilja þeir ekki selja eða leigja veiði heimildir landsins á uppboðsmarkaði? Skal koma með litla dæmisögu að ég var komin hérna til Granda og hérna við vorum búin að vera að dunda okkur í einhverja 4-5 daga og hafa lítil veiði. Svo kemur helgi og hérna ég sendi á mánudagsmorgni skýrslu og þar kom fram að ég væri með eitthvað 160-70 tonn. Þá dettum við í Ufsa og á 2 dögum þá fyllum við skipið, voru konum með 300 tonna Ufsa. Og erum bara á ytri höfninni að gera þegar við erum að koma inn. Og hérna gamli útgerðarmaðurinn minn kom um borð og skar mig til hamingju með túrinn og þetta var flottur túr nema nú var ég ekki á Faxamarkaði. Nei. Núna var ég að landa í Granda. Já. Og þeir hella sér yfir mig. Hvernig dettur þér hugar að koma með svo mikið af fiski? Já. Sko, útgerðin var í stór vandræðum að þegar nú voru 2 ufsakótar, skipstjórakótinn og kótinn minn gamli af Snorra voru inn í fyrirtækinu og það var ekki möguleiki að við getum fiskað þetta. En ég kem þarna með þennan risatúr af ufsa og þeir segja hvernig dettur þetta hugar? Þá bendi ég og segi, ég er með splunkun í hann fisk hérna, dagsgamlan, sendi hann yfir á Faxamarkað. Nei. Þeir sendi ekki einn fisk yfir á Faxamarkað sem var hungraður að öskra á fisk. Þannig var ég búinn að vera í 10 ár hinum megin. Ég hafði alltaf selt 30-40% hærri verð. Þá var Ágúst Einarsson að gera út. Já, þá var ég hjá Ágúst Einarssoni. Hann var markaðsmaður eins og þú ert að segja. Hann var markaðsmaður, hann vildi að við var... Ég má nú kannski segja eina litla sögu á Ágúst. Já, endilega. Einu sinni sýndi hann Eva, ég held að það hafi verið í gríni, sýndi hann Eva og segir mig, Óli, ég að fara, hann var alltaf um borð þegar ég kom, hann kom alltaf um borð þegar ég fór. Stórkostlegur útgerðarmaður. Hann segir við mig svona, ég veit ekki alveg með að láta allan fisk á markað. Ég varð að fara út í Grindavík og kaupa ufsa. Hann tímdi ekki að kaupa ufsan af sjálfum sér því hann var svo dýr. En þarna sjáu þið að þrátt fyrir þetta stóra verð, þá vildu þeir ekki setja fiskinn þarna á markað. Það mátti ekki sjást. Hvaða verð kæmi fyrir hann. Þetta var ekkert flóknar, þetta var skýrt fyrir framan okkur. Það mátti ekki sína okkur, splunkun í hann ufsa, sendar hann inn á markað, á hvaða verð hann færi. Má ég nefna annað dæmi? Já. Eða tíminn búinn? Nei. Sko, hérna, í áróðursherferðinni heitir það svo að þetta er atlaga að landsbyggðinni. Landsbyggðin þolir ekki veiðigjöld, það er skattur á landsbyggðina. Fórnarkostnaður kvótakerfisins er eins og við höfum verið að lýsa að fyrirtækjasamsteypur hafa yfirráð yfir 2/3 rúmlega það af tótal veiðiheimildum og hitt dreifist á mikinn fjölda aðila.
Útgerðaraðilinn er eitt fyrirtæki og hann landar fiski og það er hann er kannski með vinnslu líka, etc. og þeir hafa fiktíft verð sem að er þeirra mál en er ekki markaðsverð. En síðan er hitt að eignarhaldið er alltaf skráð í eignarhaldsfélögum. Eignarhaldið, hagnaðurinn sem að þessu leiðir, og hagnaðurinn er tilkominn vegna þess að ríkið hefur bannað samkeppni, þar að segja ríkið hefur úthlutað veiðiheimildum sem eru einkaleyfi, þau eru það í þeim einokun og fákeppni og það þýðir það að viðkomandi aðili þarf ekki að óttast að samkeppnisaðilar hirði af honum úthlutað veiðiheimili, hann hefur það. Þess vegna er til eitthvað sem heitir auðlindarenta sem að er stór hluti af hagnaði fyrirtækjanna. Þessi fjármunir, og nú vitna ég bara í Hagstofuna, sko, ég veit, samkvæmt opinberum heimildum Hagstofu, að hagnaður þessara stóru fyrirtækja samsteypna hefur verið tæplega 100 milljarðar á ári og undanförnum árum. Sveiflukent, einhverju leyti. 95 á síðasta ári held ég. Umfram hagnaðurinn, það er að segja auðlindarentan, hún hefur verið það bil helmingur af því, það er að segja 50-60 milljarðar á ári. Hvað verður þessar peninga? Þeir eru allir í eignarhaldsfélögum. Hvað verður eignarhaldsfélögin? Nú, ef þú ert með peningan í eignarhaldsfélögum sem eiga hlutabréfin í útgerðarfyrirtækinu, þá eru þau skattfrjáls. Og meira að segja þó ég selji hlutabréfin úr eignarhaldsfélögunum þegar að verðmæti þeirra hefur hækkað mikið, þá er það skattfrjáls. Það er einstaðan á jarðríki. Það er ekki einu sinni í Bandaríkjunum bundið láta sér þetta í hug. Með öðrum orðum, við stöndum fram fyrir vali. Eigum á þjóðin sem á auðlindina rétt á leigu fyrir afnotin og eða á þetta alltaf hverfa í eignarhaldsfélög sem yfir sem hvílir fullkomin leynd. Þetta er óheilbrigt. Þetta er Rússland. Þetta er eins og ólígarkarnir hafa það í Rússlandi. En svona nokkuð gerist ekki í svokölluðum siðmenntuðum markaðsríkjum, þar sem ríkir einhver lýðræði og transparency í opinberri stjórnsýslu. Svo er okkur boðið upp á það að segja að eignarhaldsfélögin, þau eru ekki skráð á Akureyri eða á Neskaupstað. Nei, þau eru allt annar staðar og ólígarkarnir búa ekki endilega þar. Þeir segjast hafa byggt bara upp allt landið með skattinu sín. Það vita það allir að fjármagnstekjur eru og arður við fjármagnstekjur, þær tekjur renna í ríkissjóð ekkert til sveitarfélagsins. Nei. Það er mjög meira að segja þó þið sendi börnin sín í skóla þá borga þeir ekki fyrir það til sveitarfélagsins. Ekki einu sinni sorphirðu. Nei. Og hvers konar fjölmiðla höfum við sem að ef ég væri í Bretlandi þá væri Guardian, bara nefna eitt blað, fyrir löngu búin að sýna almenningi þá þjónustu sem hann á rétt á að upplýsa fólk þessa hluti. Upplýsa þá. Ekki fela það, ekki taka þátt í félagsleiknum, ekki endurbirta áróðurinn sem er bara fengið með auglýsingarstofu. Eitt sagði við mig út af því upplýsingu sem ég er að deila á Facebook, sagði við mig, það er ekki nema að vona þeir viljiði dauðan. Það er nefnilega það. Já. Ég sagði Rússland. Já. Menn hafa nú dott út gluggann af minna tilefni. Ég fer aldrei ákvað upp. Ég bý ekki á 15 hæða hótelherbyggjum. Þú skalt bara halda þig við jarðhæðina. Já, ég er það. En þetta er hvað er að gera? Hvað á að gera? Það er það sem við þurfum. Ég ætlaði nú að segja ykkur sög af því. Það var einn vinur minn sem hringdi í mig bara daginn og sagði, manstu eftir því þegar síldarvinnslan var sett inn á hlutabréfamarkaðinn. Þá kom tillaga frá Hafrannsóknastofnun
það að bæta við loðnukvótann upp í 850.000 tonn. Og bréfin í vinnslustöðinni, síldarvinnslunni, ruku upp heilan helling. Svo fyrir flotinn á stað og þeir náðu ekki að veiða nema 400.000 tonn af þessum loðnukvóta því það var ekki meiri innistæða fyrir því. Og hann vildi meina að þetta hefði verið partur af prógraminu að koma með þetta frá Hafrannsóknastofnun til að lyfta bréfunum í síldarvinnslunni. Þetta kannski ýkt dæmi og ekki rétt. En þetta það sem að margir halda, þó það sé kannski ekki hægt að sanna þetta með einum eða öðrum hætti. En hvað á maður að halda? Hagnaður af eigin fé. Þeir segja hagnaður af eigin fé. Kvótinn eigin fé. Já. Skilurðu? Já. Framkvæmdin öll önnur en lögin segir til. Þessi tala. Já. En eigin fé hækkar hlutabréf. Já. Þetta sem þú vorst að lýsa. Þetta bara svindl. Já, þetta sem þú vorst að lýsa sko í réttarfarinu, samkvæmt mörgum fordæmum kallað market manipulation eða insider trading til þess að hafa áhrif á verðmyndun og endanlega arðsemi hlutabréfa fyrirtækja og er talið Madoff í New York, hann var dæmdur í 600 ára fangelsi. Hann var dæmdur í 600 ára fangelsi fyrir þetta. Já. Nei, ég meina, við skulum bara gefa okkur það að þetta sé ekki rétt, en þetta það sem fullt af fólki að velta sér upp úr. Svona hlutir í gangi. Þegar að þeir sem stjórna Hafró þáttakendur í svona hlutum. Já. Og svo kemur maður eins og Jón Kristjánsson og segir veiðið þið meiri þorsk af því að hann að horast. Grísjum meira. Já, til þess það ekki gæðafiskur, eða hvað? Nei, hann að byrja að horast þegar hann að léttast 10-20 kíló, %, á milli ára. Þá ástæða til að skoða hlutina frá svona öðrum sjónarhól heldur en hefur verið gert. Það ekki nóg að fjölga og við erum náttúrulega samkvæmt Hafró erum við með yfir 1.000.000 tonna stofn en við erum bara að veiða 200.000 tonn úr stofninum. Og við vorum alltaf að veiða upp í 40%. Ef að vigtin fyrir niður þá náttúrulega að hækka prósentuna úr 20 upp í 25. En þetta eru svona spurningar og það þarf að rökræða þetta betur og meira á hvaða leið erum við? Erum við að gera rétt eða erum við að bara vaða í villu og svima og alltaf minnkar raunverulega það sem við fáum út úr fiskistofnum? Erum við ekki að gera eitthvað rangt á? En þessi dæmi sem þú nefnir hérna, tvö, annars vegar að vanvirða grundvallarreglur stjórnsýslu að verjast hagsmunaárekstrum og hins vegar að allar upplýsingar og all umræða grundvallast á áróðri og óáreiðanlegum upplýsingum hagsmunaaðilanna sjálfra. Þetta grefur undan trausti á hver á mokkan, hver á orði sín og hvar eru hinnir og þessir. Sko mokkin hann svo ástækisfullur í orðin. Það gamla prinsipið hans Davís að segja, hann lýsti því í viðtalsbók við bæjarstjóran í Garðabæ, Höllu. Hver reglan ætti að vera ef að flokkurinn missir völdin og fer utan, var í stjórnarandstöðu í borginni, það prinsipið var að vera móti öllu, finna allstaðar eitthvað, alltaf, engin sanngirni, engin málamiðlun, engar staðreyndir, búa til, hamra á, móti öllu og eyðileggja þar með á lokum traust viðkomandi
En hérna, og síðan þegar við komum með völdin á þessum forsendum, að þá hérna er haldið áfram að moka hérna áróðri. Ég les þetta upp átt fyrir blindis á mótnanum, við þægjum í 5 mínútur og svo gerum við ekki með. Þú ert ekki góð hjartað maður að lesa upp þetta fyrir konaðina. Nei, jú, ég er stemt henni. Já. En hvað sjáum við í þessu málþófi annað en áróðurinn sem búið er að vera að berja á undanfarin ár? Já. Endurtekni í þessum ræðum sem þeir eru með þarna. Þetta sýnir að það sem við erum að tala er svo veigamikill þáttur í okkar þjóðfélags umhverfi að þetta eiginlega spurning hvers konar þjóðfélag viljum við vera í. Viljum við vera í þjóðfélagi sem að dregur dám af rússneska ólígarkíinu, þar sem að hérna allar auðlindir Rússlands voru nánast gefnar, voru gefnar sár af fámennri klíku sem gjörspillt og er alræmd allan heim í skattaparadísum. En þetta falið og þetta ekki rætt og hérna við höfum bara að taka þessu þegjandi. Þetta grefur undir öllu sem heitir lýðræði. Þetta er raunverulega, það er verið að segja við ykkur, skipt við ykkur að þessu, við ráðum hér, ég á þetta, ég má þetta. Já. Þetta grefur undan lýðræði, þetta grefur undan trausti á stjórnarfarinu. Bara heilbrigðri skynsemi á öllum sviðum. Og við erum örfámenn þjóðfélag. Og við erum hver undan öðrum og skyldleiki er mikil og ættarvensl er mikil og þegar að þeirri ástæðu þurfum við vera á varðbergi. Já, meira heldur en jafnvel stærri samfélög. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir ríkisstjórnin þarf að fara á stjórnunarnámskeið. Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að vera í 11 ár í stjórn. Hann er að segja nýju ríkisstjórninni að hún þurfa að fara í stjórnunarnámskeið. Í hvaða heimi lifir þetta fólk? Þetta er ekki okkar veröld. Dale Carnegie. Já, eitthvað svoleiðis. En ágætu félagar, þetta nú komið gott hjá okkur í dag. En Jón, er eitthvað sem þú vilt segja að lokum við íslensku þjóðina í sambandi við bara framtíðar fiskveiðistefnu landsins? Hvað ráðleggur þú? Við erum búnir að segja hvað tókst, hvað mistókst. Og þetta er langur tími. Ég lít svo á að þetta að leysa ekki veiðileyfa gjaldið fyrir einkaleyfin á auðlindinni, það hefur verið eins og opið sár sem veldur ósætti og illindum. Ég vildi gjarnan vera laus við það. Ég vildi gjarnan búa í þjóðfélagi, ég er alveg fyrir sjávarplássi, allt sem lítur að sjávarúti, ég hef jákvæðar afstöðu til þessar blautu barnsbeini. Minn draumur var að vera skipstjóri eins og þessi, því miður, ég náði því aldrei. En í guðana bænum, reynum að opna umræðuna, reynum að byggja hana á staðreyndum, látum stjórnmálamennin að svara því skýrt og skorinort, eru þeir með þjóðinni eða eru þeir leppar hins spillta auðvalds. Það eru góðu loka orð, en Óli, hvað vilt þú segja lokum? Ég tek bara undir þessi orð að ég sé ekki að stjórnmálaleiðtogar geti sagt kvótakerfið er komið til að vera og við sjáum alla þessa meinbugi og efasemdir í kringum það. Sem skipstjóri þá segi ég bara finnum leiðina sem við getum allt sætt okkur við, líka þjóðin. Takk fyrir. Við þakkum fyrir okkur í dag. Takk.